Á laugardag verður heilmikil ráðstefna upp í háskóla sem heitir Lifandi starfsþróun árangursríkt skólastarf. Segðu mér aðeins hvað stendur til. Já, þetta er 13. vorráðstefna Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Og að þessu sinni ætlum við að beina sjónum okkar að lifandi starfsþróun og árangursríku skólastarfi sem felst í því að kennarar þeir þróast í starfi í starfinu með nemendum og það er hluti af starfinu. Þannig segir þetta lifandi. Þeir eru aldrei fullnum, heldur eru alltaf að þjálfast og verða betri, eflast í starfi. Hvaða fyrirlesar verða hérna núna? Það verða 3 aðalfyrirlesarar. Það er Kari Smith, prófessor við Háskólann í Bergen, Jón Torfi Jónasson, prófessor við Háskóla Íslands og svo Sigurður Kristinsson, sem er prófessor hérna við Háskólann á Akureyri. Og þau ætla að skoða þetta viðfangsefni frá svolítið mismunandi sjónarhorni. Kari Smith, hún beinir sjónum að starfinu með nemendum, samskiptum kennara við nemendur á vettvangi og hvernig þeir þá þróast í starfi í því samstarfi. Meðan Jón Torfi, hann velti fyrir sér hugtakinu lifandi starfsþróun, hvernig má skilgreina það og hvernig má innleiða þetta sem hluta af skólastarfi. Og Sigurður Kristinsson, hann skoðar kennaramenntunarstofnanir og kennaramenntunina og talar kennaramenntendur, háskólakennara, hvernig þeir geta elst í starfi sem kennarar og efla þá nemendur sem eru í kennaranámi að þeir verði öflugri kennarar þegar þeir koma á vettvang og hvernig er svo að fylgja því eftir þegar þeir eru búnir með formlegt háskólanám, hvernig þeir geta haldið áfram að eflast í starfi. Og svo erum við málstofur. Já, það eru 24 erindi á málstofum og þá koma fulltrúar kennara úr háskólum, úr framhaldsskólum, grunnskólum og leikskólum og segja frá sínu starfi, hvernig þeir hafa unnið að því að eflast í starfi. Og svo erum við með líka samræðulotur, þar sem að fulltrúar úr fagráði starfsþróun kennara sem er hópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þar sem að þeir velta fyrir sér áherslum sem hafa með það að gera að eflast í starfi og tengjast því sem við kalla gjarnan lærdómssamfélag. Hverjir eru þeir sem bera ábyrgð á þessari starfsþróun? Hverjir sinna henni? Hvernig förum við að því? Hvað þýðir það að til staðar sé lærdómssamfélag? Og svo eru það nemendur, síðast en ekki síst. Við fengum fulltrúa nemenda frá grunnskólum, öllum grunnskólum á Akureyri fengu nemendur úr 10. bekk og nemendur úr 4. bekk eða síðast ári í framhaldsskóla, bæði VFMA og EMMA. Og svo erum við nemendur úr kennaradeildinni hér, verðandi kennara. Og þessi hópur hefur unnið saman núna undanfarna vikur við það að rýna í skólastarfið sitt, líta í baksýnisspegilinn og velta fyrir sér hvað þeir lærðu á því skólastigi sem þeir eru að ljúka og hvernig það muni nýtast þeim á næsta skólastigi eða næsta stigi í þeirra lífi. Og þeir munu koma og segja ykkur frá því á ráðstefnunni. Segja ykkur frá því eða ég veit ekki hvernig þeir ætla að gera það, kannski verða þeir með einhver myndbönd eða tónlist en allavega þá verða þeir með fá tíma til að upplýsa okkur um það. Og þetta er ekki bara fyrir kennara, þetta er fyrir alla, öllum opið? Já, þessi ráðstefna er öllum opin og foreldrum, nemendum, kennurum og þetta bara öllu starfsfólki í skólum og öllum áhugasömum skólaþróun og starfsþróun kennara.